Fólk stormar í þær síðustu verslanir og veitingastaðir sem opnir eru til þess að grípa sér einhverjar birgðir á lokametrónum út úr bænum, stendur stríður straumur bíla og á götum úti ríkir hrein ringulreið. Fólk neglir fyrir glugga, byrgir dyr og lokar sig af og stjórnvöld, þau virðast ráðþrota. Já, hérna fyrir aftan mig hið alræmda fjall Þorbjörn eða Þorbjarnarfell norðvestur af Grindavík og það hér sem að kvika hefur verið að safnast upp neðanjarðar og landa rísa og okkur skilst að eldgos sé við það að hefjast. Íbúar á suðvesturhorninu öllu, ekki bara hérna á Reykjanesskaganum, rjúka út í verslanir, kaupa upp allan dósamat, viðlegubúnað, gaskúta, ég veit ekki hvað og hvað heimsendir í nánd. Í viðtölum hafa helstu jarðvísindamenn af Veðurstofunnar sannfært okkur að nú séu bara 2 möguleikar í stöðinni. Annað á hér eftir að gjósa á næstu vikunni eða eitthvað allt annað gerist. Sennilega ekki neitt. Er einhver möguleiki að við séum aðeins að overreacta þegar kemur svona hlutum? Jarðskjálfta var búið að halda neyðarfundi í Grindavíkinni. Það gott auðvitað að ræða þetta. Ef þetta skyldi gerast, þá viljum við allir séu undirbúnir og allt það. En einhvern veginn panikið og stressið allstaðar af því að kannski mögulega kemur eldgos og ef þú talar við þessa vísindamenn þá er svona kannski, kannski á næstu árum eða áratugum. Það verið hræðislegt. Ef langar bara aðeins að koma þess að. Ég vona samt að þið misskiljið mig ekki þannig að þið haldið að ég sé eitthvað að mæla gegn því að fólk sé að undirbúa sig fyrir þetta eða sé eitthvað gagnrýnir það að einhverju geti verið pínu skelkaðir. Það allt saman eðlilegt og heilbrigt og gott. En mér þótti svona viðbröðin í fjölmiðlum og í umræðinu almennt kannski svona helst til yfirdrifin. En annað sem ég langar að nefna, í dag er síðasti dagur mánaðarins, það er 31. janúar, en núna er dagurinn þar sem maður verður að tilkynna það að maður ætlir að fara í eitthvað átak í febrúar og þið vitið, það er vonlaust að fara í átak ef maður segir ekki einhverjum frá því, þannig að here goes, ég ætla bara að segja frá því í vídeoblogginu. Þetta valdi ég með febrúar, því febrúar er stysti mánuður ársins, það er svona, gerir þetta auðveldra. Allavega, heilsuátak, ég er komin á 50 aldur, þannig að ég veit að ég þarf að vera með svona viðráðanleg markmið, ég má ekki setja markið of hátt, þannig að hérna eru reglurnar, númer 1, ég ætla að sleppa öllu óþarfa sykur og svona kolvetna áti, það er að segja sleppa öllu áfengi, öllu sælgæti, kökum, öllu svoleiðis, nema eitthvað sérstakt tilefni sé til. Í öðru lagi þá ætla ég að hreyfa mig á hverjum degi. Það þarf ekki að vera meira heldur en að fara í hálftíma út í göngutúr, en það skal vera einhver hreyfing á hverjum einasta degi. Ég veit að þetta er ekkert eitthvað stórfenglegasta átak eða markmið í heiminn. Ég ætla að prófa þetta í 1. febrúar og sjá hvernig gengur og hvort ég finni einhverja breytingu, ef ekki, hvort heldur sem svo sjáum við bara til hvernig gengur í kjölfarið, sko. Ég þarf reyndar eiginlega að starta þetta átak á einmitt svona sér tilefni, sko, vegna þess að núna á sunnudagskvöldi þá er Super Bowl, úrslitaleikurinn í bandarísku NFL-leitinni og ég ætla að sjálfsög fylgjast með, mikill áhugamaður um það eða áhugamaður um það, það er mjög skemmtilegt. Kannski ég leyfi ykkur að fylgjast með því sömuleiðis. En allavega, endilega, þú veitir, likea, subscribe allt þetta, skilja endilega eftir komment fyrir neðan eða þið viljið tjá ykkur eitthvað sem tengist efni vídeósins, það verður gaman að heyra frá ykkur og ég lofa að reyna að svara tilbaka. Sjáum hvort að ég posti ekki einhverju NFL undir lok helgarinnar. Þangað til næst.